Röskun verður á farþegaflugi í næstu viku náist ekki samkomulag í kjaradeilu flugumferðarstjóra. Áfram verður fundað hjá ríkissáttasemjara á morgun. Verktakar og Vegagerðin hafa unnið hörðum höndum undanfarin misseri að lagfæringu helstu innviða Grindavíkurbæjar. Stefnt á skólahald næsta haust. Rúmlega 1.000.000 manns sem starfar fyrir ríkisstofnanir í Bandaríkjunum launalaus eða fær ekki greitt fyrir vinnuna sem unnin er. Ekkert gengur að ná samkomulagi bráðabirgðafjárlög. Á 3.000 manns situr hringborðs norðurslóða sem sett var í Hörpu í dag. Með breyttri heimsmynd hafa áherslur færst frá loftslagsmálum yfir í varnarmál. Það ekki fyrir alla að slátra heima enda bæði tímafrekt og kostnaðarsamt. Geitabændur vilja ekki vera út undan í afurðakaupum. Komið þið sæl. Töluverð röskun gæti orðið á flugi í næstu viku komið til verkfalls flugumferðarstjóra. Forstjóri Icelandair segir félagið hafa lítið svigrúm til að bregðast við verkfallinu. Langur fundur til marks að enn sé eitthvað til að tala segir formaður félags flugumferðarstjóra. Engin formleg niðurstaða, það var bara svona einhver smávæli heimaðina fyrir báða aðila fyrir morgundaginn. Annar fundur boðar morgun klukkan 1. Ertu bjartsýnn að það verði einhver frekar hreyfing á málinu þá? Já, bara ég mæti bjartsýnn þá ég mæti í dag. Það allavega annar fundur boðar og við bara mætum á hann og sjáum hvað setur. Deilurnar stranda á launaliðinu. Arnar segir flugumferðarstjóra ekki biðja hækkun umfram það sem gerist á almennum markaði. Við erum ekki tilbúin að taka því að hækkanir sem við erum með og áunnin réttindi sem við erum með í launatöflunum okkar að þau séu notuð að því við viljum meina gegn okkur núna. Flugumferðarstjórar hafa boðað 5 vinnustöðvanir, þá fyrstu á sunnudagskvöldið frá 10 til 3. Og það mun hafa áhrif svæði í kringum Reykjavíkurflugvöll og Keflavíkurflugvöll. Þetta er svokallað aðflussaði, þetta eru sambærileg vinnustöðvan og var farið í 2023. Frekari aðgerðir eru boðaðar 4 daga í næstu viku. Neyðarflug og fluglandhelgisgæslunnar sé undanþegið. Áhrifin séu fyrst og fremst á farþegaflug. Slíkar aðgerðir hafa alltaf truflandi áhrif á okkar starfsemi því miður og þeim alltaf beint fyrst og fremst að Icelandair þó að séu tæplega 30 flugfélaga flugvæðinga þannig að ef þetta raungerist þá mun það sjálfsögðu hafa truflandi áhrif á okkur og okkur farþega. Bogi segir jákvætt að verið sé að funda því félagið hafi ekki mikið svigrúm til að bregðast við verkfalli flugumferðarstjóra. Flugreksturinn krefjandi núna, við erum búin að sjá bara við horfum nokkur ár aftur í tíman, mörg flugfélög fara í gjaldþrot hér á Íslandi og það síðasta bara í þessu mánuði. Icelandair ekki aðili að samningum flugumferðarstjóra en samningar Icelandair við flugmenn, flugfreyjur og flugþjóna eru einnig lausir. Þannig að við í sameiningu, félagið og flugstéttirnar verðum að ná saman skynsamlega samninga sem allra fyrst. Arnar hafnar því að aðgerðirnar beinist sérstaklega að Icelandair. Og bara það eru mismunandi tímasetningar og mismunandi dagsningar og mismunandi svæði undir í hverju vinnustöðum þannig að þessu ekkert beint að einhverjum frekar en öðrum. Stefnt á að hefja skólahald á ný í Grindavík næsta haust. Ný fyrirtæki að opna og þótt bærinn verði aldrei samur, segir forseti bæjarstjórnar að mikill hugur sé í heimamönnum. Lagfæringar á gatnakerfi og helstu innviðum í Grindavíkurbæ hafa staðið yfir síðustu mánuði. Flestar götur og gönguleiðir eru nú færar og vinna stendur yfir að bæði klæða og mála grunnskólann. Forseti bæjarstjórnar segir mikið vatn hafa runnið til sjávar á skömmum tíma. Íþróttamiðstöðin er klár, sundlaugin, tjaldstæði, þannig að það er ýmislegt í gangi og við höfum bara unnið hörðum höndum að koma þessu öllu í vinnu. En svo erum við að vinna núna í grunnskólanum og við stefnum á því að opna að grunnskólan verði tilbúin í maí þegar sveitarstjórnarkosningar fara fram. Það langar okkur að bjóða í kaffi. Ríkisstjórnin hefur samþykkt fjármagn í svokallaða framkvæmda áætlun 2 sem áætlaði að taki 3 ár. Í þeirri áætlun meðal annars lagfæring á Stamphólsgjá, stórri sprungu sem liggur þvert í gegnum bæinn og á stærstan þátt í breyttri ásýnd hans. Tæplega 900 manns eru með skráð lögheimili í Grindavík og talið að allt að 400 manns gisti húsum sínum nætur langt. 800 starfa í bænum, þar af tæplega helmingur við ferðaþjónustu og rúmlega fjórðungur við sjávarútveg. En hér eru líka opna ný fyrirtæki. Hér eru opna súkkulaði verksmiðja og
fleiri fyrirtæki sem eru að opna en hérna það mikil gangur í því og ég hef bara sagt að lífið gengur sinn vanagangi í Grindavík, fólk mætir hér í vinnu. Fasteignafélagið Þórkatla útfærir nú endurkaupa áætlun sem gerir fyrri eigendum kleift að kaupa fasteignir sínar aftur. Gert ráð fyrir að áætlunin verði kynnt í byrjun næsta árs. Ásrún segir þetta fagnaðarefni. Mikill hugur sé í fjölda Grindvíkinga snúa tilbaka á einhverjum tímapunkti. Bæjarstjórn leggi drög að vinnu við fjárhagsáætlun fyrir næsta kjörtímabil. Ég tel að þessi brýnt að skoða hvernig við högum skólamálum til dæmis og það eitthvað sem við þurfum að vinna í sameiningu og finna flöt á. Grindavík verður ekki eins og hún var, það ljóst, en ég sé tækifæri hér og bara hlakka til að takast á við það og bara spennt að vera þátttakandi í þessari endurreisn sem framundan er. Margar ríkisstofnanir í Bandaríkjunum hafa verið lokaðar í rúmlega hálfan mánuð. Repúblikönum og demókrötum kemur ekki saman bráðabirgðafjárlög sem þarf til að fjármagna stjórnkerfið. Lokunin tók gildi á miðnætti 1. október þegar fjárhagsárinu lauk og hefur því staðið í tæplega 16 daga. Repúblikanar og demókratar gátu ekki komið sér saman að samþykkja bráðabirgðafjárlagafrumvarp áframhaldandi fjármögnun ríkisstofnana. Tæplega 1,5 milljón ríkisstarfsmanna í Bandaríkjunum því annaðhvort í ólaunuðu leyfi eða í vinnu án þess að fá borguð laun. Lokanirnar geta haft áhrif á þjónustu stofnana eins og þeirra sem úthlutun námslána, leikskóla sem eru fjármagnaðir af alríkinu, ýmissa þjóðgarða og safna. Smithsonian-stofnunin hefur til að mynda þurft að loka öllum sínum söfnum, rannsóknarstofnunum og dýragarðinum í höfuðborginni Washington DC. Lokanir geta haft áhrif á stofnanir sem veita lágtekjufólki mataraðstoð og orðið til þess að nýjar umsóknir bótagreiðslur verði ekki samþykktar. Ýmis starfsemi á vegum ríkisins sem telst nauðsynleg verður áfram opin og starfsfólk þarf að mæta til vinnu þó það fá ekki borguð laun. Þetta eru til dæmis spítalar og lögregla, landamæragæsla, flugumferðarstjórn og hermenn sem sinna herskyldu. Stofnanir sem sjá almannatryggingakerfið og örorkubætur verða áfram opnar. Líklegt þykir að forsetinn setji starfsemi innflytjendastofnunar Bandaríkjanna ICE undir þennan hatt líka, enda hefur hann sett innflytjendamál á oddinn. It's more of a stress on the individual because the job's stressful enough as it is that now you're adding this factor of, hey, when am I going to get that next paycheck? Þetta í fyrsta skipti í 7 ár sem bandaríska þinginu hefur ekki tekist að tryggja fjármagn til að halda rekstri ríkisstofnana áfram. Frá 1980 hefur 15 sinnum þurft að loka ríkisstofnunum. Lokanirnar hafa yfirleitt staðið í örfáa daga. Síðast gerðist þetta í desember 2018 á fyrsta kjörtímabili Donald Trumps í embætti forseta. Þá voru ríkisstofnanir lokaðir í 34 daga sem lengsta lokun í sögu Bandaríkjanna. Ekkert bendir til þess að laust sé í sjónmáli og ásakanir hverjum sé að kenna, þær ganga á víxl milli repúblikana og demókrata. So this is 10 total times now that Democrats in Congress have voted to close the government. And so today marks yet another day of American families feeling the very real personal and economic strain of this reckless decision that our Democrat colleagues keep making. They want the United States government to remain closed, and they seem not to care about the pain that it's causing. The partisan Republican spending bill that guts the health care of the American people has now been defeated a total of 10 times. Yet, Senate Republicans continue to do the same exact thing and expect different results. That's the classic definition of legislative insanity. About 6 in 10 U.S. adults say Donald Trump and Republicans in Congress have a great deal or quite a bit of responsibility for the shutdown, and more than half say that about Democrats in Congress. It's worth noting about 7 in 10 Americans believe each of these groups has at least a moderate amount of blame for the lapse in federal spending, suggesting that Americans see both political parties as responsible. Friðjón Friðjónsson, sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum, velkomin hingað til okkar. Takk. Við spyrjum okkur að því hvernig getur svona samfélagi eins og Bandaríkin virka þegar svona margar lykilstofnanir eru lokaðar? Sko fyrir hinn almenna bandaríkjamann sem að býr kannski ekki í Washington DC, verður hann ekki var við svona mikla breytingu á svona daglega lífi, en það sko eins og kom ágætlega fram í fréttinni að sko svona lykilstofnunum haldið en þá gangandi.
En það sem gerist þegar fólk fær ekki launin sín að það mætir síður til vinnu og það skráir sig veikt og eitthvað svo framvegis. Þannig að eftir því sem það dregst á langinn, þá fer fólk að finna meira fyrir þessu. Við sjáum að þó, eins og þarna var að tala við flugumferðarstjóra í fréttinni, að innanlandsflugið farin að koma seinkanir þar, þannig og styttist í stærstu ferðahelgi ársins sem núna í nóvember, þannig að Þakkargerðar. Já. Þannig og við vonum náttúrulega að það verði ekki alveg þangað til sko, en já, áhrifin verða alltaf meira og meiri, orðað þannig. Og margir sem ekki að fá launin sín, eins og bendir á. Já, og það auðvitað ekki sérstaklega hvetjandi vegna þess að fólk þarf að lifa og borga leigu og kaupa í matinn. En Donald Trump Bandaríkjaforseti að nota þessa lokun til þess að ná pólitísku markmiðum sínum? Sko að hluta til, já, og fólk bendir á það að hann síðasta föstudaga þá sagði hann upp 4.000 starfsmönnum hjá Alríkinu og það sérstaklega, þetta ekki alveg jafnt, þannig að það voru fréttir núna í dag það að skrifstofa sem sér að útvega getnaðarvarnir til fátækra og hún alveg lokuð, þannig að það eru svona ýmsir þættir sem verða öðruvís undir og líka eins og kom fram í fréttinni, ICE ekki sett undir þetta þannig að. En eitthvað sem bendir til þess á þessu stigi að repúblikanar og demókratar sé að ná saman? Eins og leiðtogi demókrata sagði ágætlega þarna áðan, nei, það í 10. skipti var kosið í dag og þingið öldungadeildin fer í frí á morgun, þannig að þetta verður næst lengsta lokun núna þegar þingið kemur saman eftir helgi. Og það komur smá skilaboð frá leiðtoga repúblikana í núna seinnipartinn frá John Thune að það væri einhver von, en það ekkert að fara að gerast fyrir einhvern tímann í næstu viku. Fyrsta lagi í næstu viku. Friðjón Friðjónsson, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýra fyrir okkur. Betur hefði mátt standa að upplýsingagjöf til borgarráðs þegar bensínstöðvarsamningar Reykjavíkurborgar við olíufélögin voru samþykktir. Ekkert mat var lagt á hversu mikil verðmæti voru mögulega undir í samningum. Skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar samkomulag borgarinnar og olíufélaga úthlutun bensínstöðvarlóða var rædd á fundi borgarráðs í dag. Úttektin var gerð eftir umfjöllun Kastljós, þar sem fulltrúar minnihlutans sögðu að olíufélögin hefðu fengið lóðirnar á silfurfati. Skýrslan rúmlega 100 blaðsíður og í niðurstöðum eru 12 umbótatillögur verklag. Eitt af þeim atriðum sem innri endurskoðun gagnrýnir að ekki skuli hafa farið fram neitt mat á verðmæti þeirra réttinda sem samningarnir gátu falið í sér. En ekkert lá fyrir hversu mikil verðmæti voru mögulega undir. Í úttektinni segir að ekki leiki vafi á að borgarfulltrúar allra flokka hafi átt að vera meðvitaður skilmála samkomulagsins. Á fundi árið 2019 hafi borgarráð samþykkt að einungis yrði krafist greiðslu gatnagerðargjalda af hálfu lóðarhafa, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Það yrði með öðrum orðum ekki krafist greiðslu á byggingaréttargjöldum eða svonefndum innviðagjöldum. Innri endurskoðun finnur líka að því hvernig samningarnir sjálfir voru kynntir á fundum borgarráðs í júní 2021 og febrúar 2022. Á fyrri fundunum hafi upplýsingagjöfin að stærstum hluta snúist hvort og þá hversu mikið bensínstöðum gæti mögulega fækkað en ekki efni einstakra samninga og gildi þeirra. Það sama eigi við fundin í febrúar. Utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar segir öllum ljóst sem kynnst hafa starfsemi ljóssins í gegnum aðstandendur að þar fer fram afar verðmætt starf. Hún fagnar orðum heilbrigðisráðherra að passað verði upp á reksturinn. Sjúkratryggingar Íslands og Ljósið endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda hafa samið fjármögnun fyrir þetta ár. Þetta kom fram í máli heilbrigðisráðherra á Alþingi í morgun. Þegar nú komin grundvöllur til að semja fyrir næsta ár þá ekki loku fyrir það skotið að veitt verði inn viðbóta fjármagn. Stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt harðlega að fjárframlög til Ljóssins á næstu misserum séu ekki tryggð. Að ekki svigrúm þingsins til að auka fjármagn í þjóðþrifamál eins og til dæmis Ljósið eða Fjölskylduhjálp, sem eru tveggja mikilvægra aðila sem hafa það markmiði að styðja við þá sem eigum sárt að binda. Einhver samtök út í bæ, eins og hæstvirtur forsætisráðherra kallaði þau.
Utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar ítrekkaði mikilvægi ljóssins og það verðmæta starf sem þar væri unnið. Og við sem eigum aðstandendur, það eru akkurat 3 ár í dag síðan að Kaja systir fór, að svo eru maður vinkonur sem eru þar. Þannig að mér fannst mjög mikilvægt að heilbrigðisráðherra skildi undirstrika það hér áðan að það verið passað upp á ljósið. Og meira á Alþingi því frumvarp Loga Einarssonar menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra fjölmiðla var samþykkt sem lög frá Alþingi rétt fyrir hádegi í dag með 24 atkvæðum, 20 greiddu ekki atkvæði og 19 voru fjarverandi. Minnihlutinn leggst alfarið gegn því að hámark styrkja til einkarekinna fjölmiðla lækki og styður áform ráðherra endurskoðun auglýsinga í Ríkisútvarpinu. Nýr þingflokksformaður Miðflokksins líkti framkomu stjórnvalda við einkamiðla við langdregið leikrit. Það hefur verið til þess fallið og sett fram í rauninni með það markmiði að þæfa umræðu vandamál sem er mjög brýnt að leysa, sem eru starfsskilyrði einkarekinna fjölmiðla í þessari samkeppni við alltumlykjandi ríkisfjölmiðlinn RÚV á öllum rásum. Yfir 2000 manns frá 70 löndum taka þátt í hringborði norðurslóða sem var formlega sett í Hörpu í dag og stendur næstu 3 daga. Meðal þáttakenda eru ráðherrar og leiðtogar fjölmargra landa, auk fulltrúa loftslagssamtaka og frumbyggja á norðurslóðum. Sólveig Ólafsdóttir fréttamaður er stödd í Hörpu. Já, Sólveig, hvernig gengur þetta nú fyrir sig? Já, það má nú eiginlega segja að hér sér hver fermetri nýttur undir málstofur, fyrirlestra og fundi. En það sem hefur vakið sérstaka athygli hérna á þinginu er að áhersla norðurslóða virðist vera að færa svolítið frá loftslagsmálunum yfir í varnarmálin. Þetta endurspeglaðist mjög vel í fyrirspurnum til forsætisráðherra. Kristrún Frostadóttir sat hér fyrir svörum við setningu þingsins í dag og spurninga til hennar var einkum beint að vörnum Íslands og Grænlands. En við skulum heyra hvað forsætisráðherra hafði að segja þær hugmyndir að stofnaður yrði íslenskur her. Personally, I think we could do much more with funding, whether it is through our NATO funding or other infrastructure funding or whatnot, by strengthening our position as a strategic hub, as a host nation, rather than building a whole economy in a country of 400,000 people around a military. So when we talk about strengthening security here, even strengthening defense, it doesn't mean bringing in a military. I don't think. It won't all be in my hands, because hopefully I won't be in this position for all my life. But I don't think we'll see a military here, Icelandic military, in my lifetime. Hjá mér hér Ólafur Ragnar Grímsson, stofnandi hringborðs norðurslóða. Ólafur, það rétt metið að áherslan sé orðin meiri á varnarmálin en loftslagsmálin eins og hefur sýnst með breyttri heimsmynd? Það alveg greinilegt að varnar- og öryggismálin orðin ríkur þáttur í þessari umræðu og þessari samvinnu. En ég held að loftslagsmálin og bráðnun jöklanna og sjávarísins hér fyrir norðan okkur líka mjög ríkur þáttur í þessari umræðu og hugsanlega breytingar á hafstraumunum hér á svæðinu kringum Ísland. Og við sáum það til dæmis á málflutningi hinna mörgu fulltrúa frá Asíuríkjunum, hvernig þeir sjá bráðnun jökla bæði á Grænlandi og bráðnun ísins á Íshafinu að hafa mjög dramatískar afleiðingar fyrir loftslag og hækkun sjávarborðs í fjarlægum heimsálfum. En mér finnst líka mjög merkilegt að sjá að hérna eru háttsettir fulltrúar og leiðtogar frá Bandaríkjunum, Kanada, Evrópu, Asíu, Miðausturlöndum og þessi öfluga sveit alþjóðlegra þáttakenda eru að ræða hvernig hægt á jákvæðan hátt að takast á við þessar áskoranir. Og eins og þú nefndir líka, vísaði til forsætisráðherra Íslands, mér eru líka fundist merkilegt á þessu þingi hvernig nýja kynslóð forystumanna á Íslandi, Grænlandi og Færeyjum lýsa því með miklu öryggi
vegna þess að 3 nágrannaþjóðir ætla sér að axla ákveðna forystu ábyrgð í þessum málum í framtíðinni. Það er líka nýtt. Ráðstefnan jafn mikilvæg og hún hefur verið eða jafnvel mikilvægar í breyttri heimsmynd? Hún er tvímælalaust miklu mikilvægari og það er auðvitað stórmerkilegt fyrir okkur Íslendinga að hugleiða það að nú koma hingað á hverju ári yfir 2000 fulltrúar frá 70 löndum og eru hér í 3 daga í Hörpunni að ræða þessi mál. Hverju hefur svo þessi 12 ár af þessum ráðstefnu hér skilað? Hún hefur skilað fyrsta lagi fyrir Ísland að gera Ísland eins konar miðstöð alþjóðlegra samræðnu og samvinnu þennan mikilvæga heimshluta, okkar heimshluta sem er orðin í raun og veru á miðju taflborði allra helstu ríkja heims. En það er líka skilað fjölmörgum samvinnuverkefnum milli fjölmargra aðila og alltaf langt að telja það upp. Takk kærlega Ólafur og við kveðjum héðan úr Hörpu. Takk fyrir það Sólveig Ólafsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson. 90 metra langt flutningaskip strandaði undir brú yfir Svínesund á landamærum Noregs og Svíþjóðar í nótt. Skipið er hlaðið timbri og talið er að í því séu 88.000 lítrar af olíu. Sænska landhelgisgæslan hefur málið til rannsóknar og hefur rætt við skipverja sem allir eru enn um borð. Norska ríkisútvarpið hefur eftir skipstjóranum að mikil þoka hafi byrgt sýn. Kafarar voru sendir á vettvang til að meta umfang slysins og eftir hádegi var það dregið á flot. Misvel gengur að koma geitum að í sláturhúsi og engin afurðastöð vill kaupa afurðirnar. Geitabændur segja mikilvægt að afurðir þeirra séu keyptar eigi þeirra eiga möguleika á markaði. Aðeins er hægt að slátra geitum í sláturhúsum en eins og staðan núna er engin afurðastöð sem að kaupir afurðirnar. Og þessu vilja geitabændur fá að breyta. Geitabúskapur verður ekki að kannski þeirri búgrein sem hún gæti orðið því að það er ekki allir sem hafa áhuga á því að vera með beint frá bíli eða vinna vörurnar sjálfur og hafa kannski bara ekki tök á því. Þetta verður til þess að bændur haldi færri geitur en ella. Gætu þeir selt afurðir sínar til sláturhúsa. Heimaslátrun sé bæði dýr og tímafrek. Þú þetta koma þér upp vottaðri aðstöðu bæði til slátrunar og eins til vinnslu. Og það bæði er freka þungt í vöfum hvað varðar heilbrigðiseftirlit og svoleiðis og kostar náttúrulega bara töluverða peninga líka. Þá segir Hákon misjafnt eftir sláturhúsum hversu langur tími sé gefinn. Sums staðar taki sláturhúsin við geitum með sauðfé, annars staðar sé það aðeins mögulegt í lok sláturtíðar. Það er betra að koma þeim sem fyrst því að getur komið bragð af kjötinu ef þeir verða orðnir of gamli og þá er það bara ekki eins góð vara. Íslenski geitastofninn er þegar í útrýmingarhættu og Hákon segir að leita þurfi allra leiða til þess að halda honum við. Skilst að þeim sem ég hef talað við innan sláturhúsanna að það sé ekki markaður fyrir kjötið en markaður náttúrulega kemur ekki ef að framboðið er ekki til staðar þannig að það er svona kannski bítur sér í rassinn þar. Konur og kvár allt land eru hvött til að leggja niður störf og taka þátt í kvennaverkfallinu allan daginn 24. október. Verkefnastýra verkfallsins vonast til að karlmenn landsins axli ábyrgð og sýni stuðning í verki. Við gerum ráð fyrir því að þær konur og þau kvár sem geta séu í verkfalli allan daginn og að strákarnir beri byrðarnar sem að þarf að bera á meðan en auðvitað áttum við okkur á því að það er ekki öll sem að geta tekið sér frí frá vinnu á þennan máta. Og við vonum að þau séu með merkjuminu ómissandi. Á fundinum var einnig Maru Ali Mán sem situr í stjórn samtaka kvenna af erlendum uppruna. Samtökin hafa tekið þátt í kvennafrídeginum síðan 2005 og segir Maru mikilvægt að hafa hugfast að konur af erlendum uppruna eigi margar erfitt með að leggja niður störf. Yes, definitely. And we want to make sure that we are able to reach out to as many of them that they can hear about the protest and show up, and we want to have their employers make sure they show up, especially those in the cleaning, service, restaurant and the fishing. We need to raise our voices that day and we need them to show up.
Og þá það fastir liðir sem venjulega. Hvað í Kastljósi kvöldsins, Guðrún Sóley? Það eru leikhús, lindistákn og steinefni. Við ætlum að ræða við Ólaf Jóhann og Baltasar Kormák leikritið Íbúð 10B sem verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu annað kvöld. Og svo ætlum við að læra loksins á lindistáknin sem að geta verið varasöm og loksins fáum við úr því skorið hvort að steinefna drykkjarneysla barna sé hættuleg eða bara stormur í vatnsbrúsa. Takk fyrir þetta, Guðrún Sóley, missum ekki að Kastljósi. En þá það næst veðrið. Það hefur kólnað á landinu í dag og bera hámarks hitatölu þess merki, en hiti fór hæst í tæp 12 stig á Norðurlandi vestra sem 7 gráðum lægra en hámarks hiti gærdagsins. Litlar breytingar verða á veðri til morguns, en helgina ná norðanvindar yfirtökum og ljóst að við siglum inn í kaldara tíðarfar. En við ætlum að segja ykkur nánar frá veðrinu að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tapaði fyrir Færeyjum í fyrsta leiksunum í undankeppni EM 2026 í gærkvöld. Landsliðsþjálfarinn segir mikið breytt landslið þurfa svolítinn tíma. Við förum yfir helstu úrslit úr meistaradeild kvenna í fótbolta en þar eru 9 leikir spilaðir í gær og í dag. Þjálfarakapallinn heldur svo áfram í bestu deild kvenna. Jóhann Kristín Gunnarsson mun taka við Þrótti eftir tímabilið af Ólafi Kristjánsinni. Ekki missa á íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helsta atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Röskun verður á farþegaflugi næstu viku náist ekki samkomulag í kjaradeilu flugumferðarstjóra. Áfram verður fundað hjá ríkissáttasemjara á morgun. Verktakar og Vegagerðin hafa unnið hörðum höndum undanfarin misseri að lagfæringu helstu innviða Grindavíkurbæjar. Stefnt á skólahald næsta haust. Rúmlega 1 milljón manns sem starfar fyrir ríkisstofnanir í Bandaríkjunum eru launalaus eða fær ekki greitt fyrir vinnuna sem unnin er. Ekkert gengur að ná samkomulagi bráðabirgðafjárlög. Á 3.000 manns situr þing hringborðs norðurslóða sem sett var í Hörpu í dag. Með breyttri heimsmynd hafa áherslu færst frá loftslagsmálum yfir á varnarmál. Það ekki fyrir alla að slátra heima enda bæði tímafrekt og kostnaðarsamt. Geitabændur vilja ekki vera út undan í afurðakaupum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri og svo það sjálfsögðu Kastljós. En næsti fréttatími okkar í útvarpinu klukkan 10 en á vef okkar RÚV.is má finna allar nýjustu fréttir jafnóðum. En við á fréttastofunni við ætlum að þakka ykkur samfylgdina þessum af þessum degi. Verið þið sæl.